sárt tap þinna manna í kvöld í undanúrslitum Lengjubikarsins. Hvað fór úrskeiðis heldurðu? Þetta bara svona, við hittum ekki á góðan leik í dag. Og við erum mjög svona upp-tempo sóknarleik. Og við treystum svona á running gun leik sko. Já. Og þá þurfa skotin að falla. Já, þau var ekki að falla og svo líka sko þeir voru svolítið að stjórna tempóinu fannst mér, voru að hægja á leiknum og þeir eru voru mjög rólegir með hann og þeir stjórnu leiknum fannst mér allan tíman. Héldu okkur alltaf í svona fjarlægð, alltaf ef við náðum einhverju runni þá fannst mér alltaf að fá eitthvað í baki og við náðum bara ekki að stoppa eftir að við komumst á eitthvað smá rönn þá komumst við strax aftur og nettum þessi niður einu fyrst. Þið hafa nú farið ágætlega á stað á þessu undirbúningstímabili samt sem áður, ég meina að komast í, þið eru að koma upp deild og fleira. Hvernig er tilfinningin svona bara fyrir vetrinum? Sko, hún er bara mjög góð. Við erum alltaf ekki, þetta er náttúrulega undirbúningstímabili núna. Já, já. Og liðið sem við búum að spila á móti eru ekki alveg full hönnuð. Njarðvík og Keflavík. En tilfinningin og stemningin í hópnum er bara mjög góð og við erum núna 2 vikur til þess að laga sem þarf, eða svona atriði og við hefum Grindavík svo held ég 14. og 16. október og við ætlum bara að reyna að gera okkar besta, það er okkar markmið þannig að maður veit í rauninni ekkert svona, það veist. Það er kannski aðeins blint í sjóinn ennþá. Já, það er nýlýðislega deild en ég sjálfur sko, hef mjög góð tilfinningu fyrir þessu vetur. Já. Bara að hlakka til? Já, mjög. Þetta er alltaf svona á sumrin, þá getur maður ekki beðið eftir að byrja að spila sko, þetta er alveg að koma að þessu.